Verið hjartanlega velkomin í þennan þátt. Í þessum þætti ætla að tala ykkur Astrid Lindgren. Astrid Lindgren einn af 3 bestu rithöfundum í Skandinavíu. Við erum að tala bækur eins og Línu Langsokk, Ronju Ræningjadóttir, Emil í Kattholti, Kalla á þakinu, Rasmus frá Flakk, Börnin í Ólandagarði, Madrid á Saltkráku, Lottu og Bróðir minn Ljónshjarta, Elsku Míó minn og svona mætti lengi telja, Emil í Kattholti og margt fleira, en það eru fullt af bókum sem eru frábærar og eru eftir Astrid Lindgren. Og þessar bækur eru aðeinslegar. Og Astrid Lindgren, blessi minn hennar, en hún lifir í þessum bókum og í þessum persónum lifir hún. Og ekki bara hún. Þannig að hún líka að sýna það, allir í heiminum, það blundar, allar persónur í bókum Astrid Lindgren blunda í öllum. Það eru allar persónur í öllum. Sama hvar við erum, þá það hluti af okkur. Allar persónur Astrid Lindgren eru í okkur. Það sem Astrid Lindgren búin að gera. Við erum að blunda, það eru allar persónur í okkur. Sama hvaða persónur það er. Þá er hún til staðar hérna inni. Getur hún með hvaða persónur er, hún er alltaf í okkur. Það sem Astrid Lindgren gerir með skrifabókum sinni, var til þess að leta okkur vita að það blunda alltaf eitthvað okkur. Við læriðum af þessu og við gerum það. Uppáhalds bókin mín ævintýrið mitt með Astrid Lindgren Ronja Ræningjadóttir. Það var þá hreinu. Astrid Lindgren var frábær höfundur. Hún skrifaði bækurnar ógeðslega vel. Þessar bækur, þær eru tip-top. Þetta bara, þær eru skemmtilegar, maður lærir þeim og maður skilur allan hann heim. Sem skilur ekki heiminn, hann veit ekkert hvað hann að gera. Maður þarf að, það bara, hún æðisleg. Það bara þannig. Hún bara æðisleg. Astrid Lindgren var bestu höfundur. Hún var æðisleg. Ég þekkti hann ekkert persónulega, en bækurnar hennar þá lifir hún. Í bókunum lifir hún. Við lesum bækurnar, þá minnistu hennar. Eða sjá myndirnar eða leikritin. Þannig að Astrid Lindgren var bara frábær. Hún var best. Og það er frábært að tala um hana hér þessum þætti. Það er aðeinslegt. Því að tala um einn af 3 bestu skandinavísku rithöfundar. Hvað getur því? 3 bestu skandinavísku rithöfundar Astrid Lindgren. Það er hún. Og hún aðeinsleg. Hún best. Ég nefndi ekkert alla bækurnar. Það fullt af bókum sem eftir að nefna. Eins og Karl Blomkvist eða, skilur mig. Það bara, það fullt af bókum sem eftir að nefna. Kalla á þakinu og, Línu Langsokkur, Emil í Kattholti, Bróðir minn Ljónshjarta, Börnin í Ólandagarði, Lotta, Madrid, og svo mætti lengi telja. Hellingur af sögur sem hún gert. Elsku Míó minn til dæmis, Emil í Kattholti og Lína og fleiri. Allt þetta eftir Astrid Lindgren. Astrid Lindgren frábær höfundur. Hún svona æðisleg, en allavega hún var æðisleg, hún dáin, blessuð minning hennar, en hún var æðisleg og við lifum og njótum sögunar hennar. Takk fyrir mig, sjáumst í næsta þætti.